Komið í sæl. Við erum búin að skoða lengingu brota og hvernig við breytum úr almennu broti í tugabrot. En nú ætlum við að fara í hina áttina. Það er að segja skoða styttingu brota, sem er andstæðan við lengingu, og hvernig við breytum tugabrotum yfir í almennt brot. Byrjum á styttingu og þá getum við rifjað upp að hægt er að skrá sömu töluna á marga mismunandi vegu. Töluna 0,4 er hægt að skrá sem 2/5 og líka sem 6/15. Þetta eru jafngild brot og bæði eru þau að tákna töluna 0,4. En hvernig fáum við jafngild brot? Jú, með lengingu. Ef ég lengi 2/5 með 3 og þannig fæ ég út 6/15. Og ef við ætlum að fara í hina áttina, þá get ég byrjað með 6/15 og við viljum núna minnka töluna, eða minnka brotið, og það kallast stytting. Í staðinn fyrir að margfalda eins og við gerum í lengingu, þá ætlum við núna að deila. Og ef ég deili með 3 í teljara nefnara, þá fæ ég út nýtt brot sem er 2/5. Og það er þá stytting fyrir brotið 6/15. Og það er tvennt sem við þurfum að passa í styttingu. Annars vegar að líkt og í lengingu þá verðum við að deila alltaf með sömu tölunni. Við mætti ekki til dæmis deila með 2 uppi og 3 niðri. Það er bannað. Og hitt sem við þurfum að passa er að fá ekki út kommutölu þegar við deilum. Þannig að ég myndi til dæmis ekki vilja deila með 5. Vissulega geti ég gert það hérna í nefnaranum, fengið út heila tölu, 3. En ef ég ætla að gera það í teljaranum, þá fengi ég út kommutölu þar og við ætlum að forðast slíkt. En hér er virkar að deila eða stytta með 3 og þannig fáum við 2/5. Nú af hverju erum við að stytta? Já, það má segja þessi 2 ástæður. Önnur er svo að það er náttúrulega hrikalega skemmtilegt, eins og margt annað í stærðfræðinni. Hitt er það að ef við erum að reikna og fáum út svar í almennu broti, þá er venjan svo að skila því styttu. Og hér ef við erum með 2/10, þá getum við séð að hægt er að stytta þetta með 2 og þannig fá út svarið 1/5. En hvað gerum við ef við erum með háar tölur? Eins og ef við værum að reikna og myndum fá svarið 12/60. Nú, við getum byrjað á að deila með 2, vegna þess að 2 gengur bæði upp í 12 og 60. Og þannig fáum við nýtt brot sem væri 6/30. Og hér get ég haldið áfram og aftur deilt með 2. Og þannig fengi ég enn og aftur út nýtt brot sem væri 3/15. Og ef ég ætla að fara að deila með 2 núna, þá myndi ég fá út kommutölu. Þannig ég vil það ekki. Þannig ég ætla að prófa að deila með 3. Það gengur upp bæði teljara og nefnara. Og þá fæ ég nýtt brot sem er 1/5. Og er þá full stytt fyrir 12/60. Þannig ef við erum að reyna að stytta og ætlum að gera það í svona mörgum skrefum, þá reynum við að deila með 2 eins og oft og hægt er. Þegar við getum það ekki lengur, þá myndum við reyna að deila með 3. Ef við getum það ekki, þá prófum við 5, svo 7 og svo 11. Rétt eins og þegar við vorum að leita frumtölum. Og það er hægt að halda áfram, en það er mjög sjaldan að maður þurfa að stytta með hærri tölum en 11. Gæti gerst en ekki algengt. Nú, önnur leið væri svo að reyna að gera þetta í einu skrefi og spyrja þá sjálfan sig hver er hæsta talan sem gengur upp í 12 og 60. Og með smá hugsun getur maður séð að hæsta talan sem gengur hér upp í teljara og nefnara er 12. Þannig ég deili strax með henni og þannig myndi ég fá í einu skrefi fullstytt brot fyrir 12/60. Og ef maður er í vandræðum með að finna þessa stóru tölu, þá gæti þið líkt og við vorum að gera í tengslum við mengin, að reyna frumþátta 12 og 60, setja í mengi frumþættina og skoða hvaða tölur eru það sem lenda hérna í miðjunni. Margfeldi af því er því stærsta talan sem gengur upp í 12 og 60 og þá myndi ég stytta með þeirri tölu. Nú, önnur leið sem ég ætla að sýna ykkur, hún er kannski sjaldan farin við að stytta brot, en engu að síður gagnlegt að skoða hana vegna þess að hún nýtist seinna mér þegar kemur að algebru að vinna með ræðarstæður.
en hún byggist á því að frumþátta teljara og nefnara. Og ef ég frumþátta teljarann, þá gæti hann lítið svona út. 2 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 3. Og nefnarinn, hann myndi þáttast á þennan veg. 2 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 5. Og það sem ég græði á þessu er að nú get ég farið að stroka yfir það sem er eins í teljara og nefnara. Og eftir stendur í teljaranum talan 3. Og í nefnaranum stendur eftir talan 5. Og það er þá fullstytta svari fyrir 36 6000. Nú í lokin skulum við líta aðeins á hvernig við breytum úr tugabroti í almennt brot. Ef ég ætla að fara þessa leið að fara úr almennu broti yfir í tugabrot, þá einfaldlega deili ég 2 með 5 og fæ út 0,4. En ef ég ætla að byrja á hinum endanum með tugabroti 0,4, þá get ég nýtt mér það að allar tölur er hægt að skrifa með því að setja 1 í nefnara. Alveg saman hver talan er, hvort sem það er 3, þá er það sama og 3 fyrstu. 10 er sama og 10 fyrstu og svo koll á kolli. Þannig að í staðinn fyrir 0,4, þá get ég skrifað 0,4 fyrstu. Það breytir tölun ekki neitt, en hér er ég komin með almennt brot. Nú næsta skref er að reyna að losna við kommuna, og þá er gott að lengja annað hvort með 10 eða 100 eða jafnvel 1000. Allt fer það eftir í hversu marga aukastafi við ætlum að losna við. Hér er 1 aukastafur sem við þurfum að losna við, og þá er nóg að lengja með 10. Við það færist komman til hægri og ég losna við hana. Þannig að ég fæ þá 4 tíundu. Komin með almennt brot sem er laust við kommutölu, og eina sem er eftir að gera er að stytta það. Hér sé ég að ég get stytt með 2, þannig að ég myndi fá brotið 2/5. Og þannig hef ég breytt þessu úr tugabrotinu 0,4 yfir í almenna brotið 2/5. Við látum þetta gott heita í bili.